Hvar langar mig að búa, setjast að og skjóta rótum? Hvar finn ég tækifæri og svigrúm fyrir mig til að vaxa og dafna? Hvað með fjölskylduna, félagslífið, vinnuna, tómstundir og afþreyingu sem dæmi? Hvar finn ég staðinn fyrir mig og mína? Þarf ég að sækja vatni yfir lækinn og hvorum megin grassi grænna? Það sannarlega mörg á huga þegar veljum okkur stað til búsettu og þá sem betur fer engin einn réttur staður fyrir okkur öll. Hér ætlum við að kynnast fólki sem vil leita aftur heim í ræturnar eftir að hafa flutt í burtu. Fólki sem snýr tilbaka með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu. Hér kynnumst við einnig mökum þeirra sem hafa jafnvel litla sem enga tengingu við staðinn, því allir hafa sína sögu að segja. Hvert leitum við þegar við hugsum aftur heim og hvar viljum við eiga heima? Því þótt við kunnum að skjóta rótum, þá erum við ekki tré. Við getum alltaf prófað að flytja okkur set. Í næstu 3 þáttum ætlum við að heimsækja Fjarðabyggð. Þar finnum við 7 þéttbýliskjarna. Nyrst það Mjóifjörður sem eitt minnsta þorp á Íslandi. Næst á eftir á landakortinu kemur Neskaupstaður sem fjölmennasti bæjarhluti sveitarfélagsins. Síðan koma Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og síðan Breiðdalsvík sem syðsti þéttbýliskjarninn. Mjóifjörður 18 km langur, mjór fjörður eins og nafnið gefur til kynna, sem skerst inn ströndina milli Norðfjarðarflóa og Seyðisfjarðar. Hingað gott að koma í leita kyrrð og náttúrutengingu. Hér eru margir fallegir fossar, lækir, skriður, klettar og dalir. Þéttbýliskjarninn hér nefnist Brekkuþorp og hefur byggðin byggt afkomu sína á sjávarútvegi, landbúnaði og ferðaþjónustu. Mjóafirði mætti í raun lýsa sem földum fjársjóði milli fjallana, en það skilja þeir sem hingað hafa komið. Lengstur Austfjarða Reyðarfjörður sem 30 km langur, en hann liggur milli Vöðlavíkur að norðan og Fáskrúðsfjarðar að sunnan. Hafnarskilyrði eins og best verður á kosið frá náttúrunnar hendi og því þarf engan að undra að hér hafi myndast byggð innst í fjarðarbotninum. Áður fyrir var talað Búðareyri en í dag byggðin kölluð Reyðarfjörður eins og fjörðurinn sjálfur. Þegar við vorum að ræða hvar við vildum setja stað og okkur við viljum búa út á landi og þá hér er gott að alveg börn. Hér er þjónustan góð og hér höfum við allt sem við þurfum og hann þarf. Hér búa Þórður Vilberg Guðmundsson og Brynja Sigurjónsdóttir ásamt fjörkálfunum Brandi Stefáni. Þórður vinnur sem upplýsinga- og kynningastjóri Fjarðabyggðar en Brynja starfar sem kennari í grunnskóla Reyðarfjarðar. Tengingin við Reyðarfjörð og hún byrjar hjá Þórði. Já! Var eitthvað að byrja þarna? Wow! Búti! Já, ok. Læstu þar. Wey! Já. Jú, ég er fæddur og uppalinn á Reyðarfirði og kynntist Brynju eftir hún flutti hingað 2011. Já, þaðan er tengingin. Sko, ég var búin að vera að vinna með menntaskóla á Egilsstöðum og var að vinna á sumrin og sambýli og oft var maður að fara á rúndinn og eitthvað svona og fórum oft rúndinn niður á firði og mér varst bara Reyðarfjörður ótrúlega fallegu bær. Svo vildi bara þannig til að systir mín flutti hingað, þannig ég fór að koma hingað meira í heimsókn því ég byrjaði síðan í háskóla og svo eftir að ég útskrifaðist þá var ég alveg staðráðin í því að fara ekki að vera að búa í bænum en svoleiðis. En ég fædd og uppalinn í sveit undir Eyjafjöllum og ætlaði bara ekki að vera í Reykjavík. Þannig að ég fór bara að finna mig vinnu og fékk vinnu hér og flutti hingað. Þórður og Brynja áttu síðan eftir að flytja saman í burtu áður en þau fluttu aftur heim.
2013 þá fluttum við á Hvolsvöll og stoppuðum þar í 1 ár áður en við fluttum svo til Reykjavíkur þar sem ég fór í háskólann og það var samt einhvern veginn alltaf stefnan að búa ekki í Reykjavík ekkert endilega koma kannski hingað aftur en við erum ekki held ég hvorugt svona Reykjavíkur fólk sko eða höfuðborgar fólk en það var alltaf á planinu að fara eitthvað aftur þegar ég myndi klára skólan og sem var svo raunin 2017 þegar ég klára þá komum aftur hingað. Inn úr norðurströnd Reyðarfjarðar gengur Eskifjörður. Askja og hólmatindur gnæfa hér yfir og bjóða okkur velkomin í fjörðinn fagra. Hér var mikill verslunarstaður fyrr á öldum, en Eskifjörður fekk fyrst kaupstaðaréttindi árið 1786. Á seinni hluta 19. aldar fór íbúum að fjölga mikið í tengslu við síldveiðar norðmanna á Austfjörðum og upp frá því óx byggðin jafnt og þétt. Sjávarútvegur og fiskvinnsla skipan stóran sess í atvinnulífi staðarins og hér að finna eitt af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Það sé einhvern veginn allt til alls hérna sem mætir allan okkar þörfum sem sýnir, það okkur dettur ekkert í hug, sýnir það kannski. Hér búa Birgir Jónsson og Jóhanna Rut Stefánsdóttir ásamt börnum sínum Hákoni Hrafni, Gunnhildi Önnu og Stefáni Bjarti. Birgir vinnur sem gæðastjóri, verkefnastjóri og kennari í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað en Jóhanna vinnur sem þroskaþjálfi í grunnskóla Eskifjarðar. Pabbi minn Eskfirðingur og ég flyst hingað frá Reykjavík þegar ég 7 ára og bjó hérna fram á unglingsaldur. Og svo reynda fór ég svona fram og tilbaka en bjó svo frá því ég var 20. Fór í rauninni bara 16 ára í framhaldsskóla, fór í menntaskólann á Egilsstöðum og svo suður í háskóla og svo komum við aftur þarna í lok árs 2016, þá fluttum við aftur heim, manni finnst austur alltaf vera heim, sama hvað það sko. Og við þekktumst ekkert áður sem við kynnumst fyrir sunnan og bara svona við tilviljun þá komumst við bæðið austan, það var mjög skemmtilegt. Og svo fórum við svona að velta fyrir okkur og við höfðum örugglega einhvern tímann verið á sama stað eða svipuðu stað hérna fyrir austan, löngu áður á þess að vita neitt hvort annað. Atvinna einn af þeim þáttum sem vegur þungt þegar að velja á stað til búsetu og þá spyrir maður sig eru störfin í boði fjölbreytt eða henda þau þeirri menntun sem ég hef sótt mér. Ég sem sagt upplýsing- og kynningarfulltrúi Fjarðabyggðar, sem sagt menntaður sagnfræðingur, þannig að getur svolítið erfitt kannski að finna vinnuna sem akkurat í kategóriunni hérna sagnfræðingur en nýtist vissulega vel í það og ég held að það sé ekki endilega mikið vandamál hér að fá vinnu við hæfi. Ef þú vilt það, þá finnur hana en ég fæ í vinnunni svona að gera alls konar og kynnast Fjarðabyggð svona frá öllum hliðum, öllum stöðum sem ótrúlega dýrmætt, öllum þessum 7, maður sér ólíkar hliðar á ólíkum stöðum og sem bara ótrúlega gaman og skemmtilegt. Ég flutti hérna á undan Þórði. Ég flutti var komin hérna aftur 1. apríl og fór þá að kenna. Það var búið að fréttast við værum búin að ákveða það að ætluðum að flytja þetta sumarið 2017 og svo haft samband við mig og athugaði það vantaði hvort ég hafi ekki örugglega ætlað að sækja í skólanum og hvort ég myndi ekki örugglega koma. Þannig að ég bara sló til og komin hérna aðeins undan. Svo seinna þá tók skólakerfið eitthvað þannig að ég réði mig sem skólastjóri á Eskifirði eftir 7 mánuði sem upplýsingafulltrúi.
og svo ég einhvern veginn kominn, af því ég sagði að ég var komin aftur heim austur, að þá ég komin aftur heim einhvern veginn í framhaldsskólan, að ég hafði verið að kenna í framhaldsskóla fyrir sunnan og þá komin núna í 3. starfið á 4 árum. Fór þá að vinna hérna sem sérkennslustjóri hérna í leikskólanum en flutti svo yfir í grunnskólan fyrir 2 árum síðan. En þótt Birgir sé frá Breiðdalsvík þá tapaði hann engu veðmáli við Jóhönnu sem frá Eskifirði. Það var hann sjálfur sem átti hugmyndina að flytja á æskuslóðir hennar. Þegar við komum þá var ég, fekk ég vinnu á Reyðarfirði. Ég svo sem stakk upp á því að fara frekar hingað heldur en á Reyðarfirði. Hérna erum við nær, hérna búa foreldrar hennar, þannig að mér fannst það svona líka eitthvað atriði í þessu. Breiðdalsvík hefði verið of langt frá Reyðarfirði en þetta slapp og hún minnir mig yfirleitt á það að það hefur rauninni verið ég sem ákvaði að fara hingað, hún hefði alveg verið til í að vera á Reyðarfirði. Við fengum að búa frítt og gátum safna pening. Það var nú bara svolítið það sko, eða þú veist, ég held það eingöngu. Já, Þú veist, við erum alltaf búin að vera í skóla, þú veist, þú í skóla, ekki ég. Nei. Og bara, við áttum ekki neitt og við vildum bara fara að eignast okkar heimili. Þannig við vildum bara komast í að safna pening. Systir mín og mágur, þau tóku við okkur. Leðu okkur að búa í kjallaranum hjá sér. Já, byggum í kjallaranum hjá þeim, bara í fínustu íbúð. Og ég fer sko hugurinn að leita heim einmitt þegar við erum komið með 2 börn. Svona af einhver alvöru. Já, við höfðum í rauninni ekkert, það hafði ekkert verið mikið meira heldur en að við höfum bara svona talað þetta svona frekar óformlega einhvern veginn, ekkert af neitt alvöru. Svo allavega ég talaði fyrir sjálfa mig að þá ég sést alveg upp á afa mínum og ömmu á Breiðdalsvík og þau dóu þarna mitt ár 2016 og þá einhvern veginn fann ég svona einhverja tilfinningu að núna væri bara komið að því að fara nær fjölskyldunni. Ég meina fjölskyldan hennar hér, fjölskyldan mín bæði á Breiðdalsvík og á Egilsstöðum, þannig að þetta var bara, ég fann allt í einu svona mjög sterkt að núna væri bara komið tími til að fara aftur heim sko. En okkur eru alltaf liðið vel hérna og leiðið vel hérna áður en við fórum. En það var gott að koma samt í burtu fyrir mig, segi ég fyrir mig, Brynja var náttúrulega ekki að flytja í burtu. Þegar ég fer héðan 2012 þá ég séð það eftir á hvað það var gott að komast, að vera ekki alveg fastur alltaf á sama staðnum. Ég held að það var allir gott að því að komast eitthvað annað, hvort sem er til Reykjavíkur eða útlanda eða hvert, en að víkka sjóndeildarhringinn og sjá að hann er meira en bara fjallarhringurinn í kringum þig sko. Kannski svona til að sýna munin að við bjöggum í blokkaríbúð í Garðabæ og það var alveg svona dágóð umferðargata fyrir neðan. Þannig að við hleyptum dóttur okkar bara valla út í garð. Svo fluttum við hingað og þá einhvern veginn var hún bara út allt einhvern veginn. Það var eiginlega stærsta breytingin heldur sem maður sá strax bara og maður var ekkert stressaður yfir því. Maður finnur þetta svo vel þegar maður kemur aftur á höfuðborgarsvæðið. Að hvaða fer mikill tími í einhvern veginn ekki neitt, vera í umferðinni, hérna kemur maður heim, reyndar keyri á milli staða, en það tekur minni tíma heldur en ég eitti oft bara í eitthvað innanbæjar í Reykjavík. En maður er komin heim og áfullt af tíma eftir af deginn, meðan að dóttir okkar til dæmis í fótbolta í Garðabæ og við einhvern veginn keyrðum hann á æfingu og svo einhvern veginn tók sér varla að fara heim af því að maður verið fastur í einhverju umferðarteppu, þannig að maður var eitthvað bara á rúndinum eða þvælast í einhverju búð og svo var sótt á æfingu, svo bara komið matur og háttatíminn annað sko. Dagurinn var bara farin í einhvern veginn, maður finnur þetta svo vel, maður fann þetta kannski ekki svona þá þegar maður bjóða þarna, en núna þegar maður kemur aftur, við tölum held ég þetta í hvert einasta skipti þegar við komum söður.
Og náttúrulega það sem Fjarðabyggð náttúrulega hefur líka er að þeir hafa grunnskóla í flestum bæjarkjörnum sem er náttúrulega bara virkilega gott og leikskóla. Þannig að það náttúrulega hefur örugglega mjög mikið aðdráttarafl sko. Já, þetta að þú sækir alla hvort sem það eru tómstundir eða skólar eins og hér, þetta er allt bara í bakaranum hjá mér og það er stutt að fara og þú þarft aldrei að ég sé það fyrir mér þegar Brandur Stefán verður orðinn eldri að hann getur labbað í skóla og tómstundina sem að þurfi að það er ekkert skull, maður þarf ekki að hafa ágjörð af því allavega en þetta eru kostur og gallar við allt. Hákon Hrafn er í fyrsta bekk í grunnskólanum á Eskifirði, æfir fótbolta og er glerharður stuðningsmaður Liverpool. Gunnhildur Anna, systir hans, er í 7. bekk, æfir körfubolta og stefnir á að vera kennari í framtíðinni. Ég er í 7. bekk. Ég er 1. Eru margir með fyrir bekk? Við erum 19, hvað er 16. Með hvað liði heldur í fótbolta? Hvað er lið? Liverpool. Liverpool? Ég er að æfa körfubolta. Ok. Hvernig er körfubolta lengi? 2 ár. Ertu að æfa með einhverjum strákum eða eru þið bara stelpur? Það er 1 stelpuæfingar, svo eru bara restina með strákum líka. Hvað er það skemmtilegast að æfa körfubolta? Það er að sóla og skora. En í fótbolta, hvað er það skemmtilegast það? Er skemmtilegast að vera í marki eða frammi eða? Frammi. Af hverju er skemmtilegast að vera frammi? Finnst þið gaman að skora? Já. Ok, hvað eru við komið hér? Hvað er það komið? Það er fótboltamyndir. Hvernig raðum við þessum myndum? Við gerum eiginlega bara svona eftir smönnum og liðum. Eins og við byrjum á Liverpool, svo byrjum við líka á Íslandi. Ísland, það er sko, það er hér. Hver er bestur í íslenska landsliðinu? Gylfi. Gylfi. En hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera þegar þeir eru ekki í skólanum? Að vera úti með vinum finnst mér. Við förum stundum í körfubolta og svo förum við bara að hjóla og eitthvað. Eru þið mest úti? Já. Þú ert eiginlega aldrei inni. Nei. Nefnum þegar þú sefur. Hvað ertu að gera úti hérna? Fótbolta. Já. En hvað er skemmtilegt að gera á Eskifirði? Að fara á belginn minn ég held að. Nei, mér finnst það gaman. Maður er svolítið búinn að læra að meta það sem maður hefur. Það sem maður er gert og það sem maður er til. Ég held að maður hafi, og mann var lært að meta það. Þú þarft ekki alltaf að leita mjög langt. Ég er náttúrulega uppalinn hérna, þannig að ég þekki þetta mjög vel og fólki hérna. Og svo náttúrulega eru foreldrar mínir og systkini hér líka, þannig að það tógar mjög fast þegar maður er að velja sér stað. Gríðarlega mikil saga hérna allt í kring sem fyrir sagnfræðinginn og það skemmtilegt líka. Þannig að já, þetta er mjög góður staður og ég hef líka verið fljótur að kynnast fólki hérna og ég þekki orðið ansi marga. Þannig að þetta er bara mjög góður staður til að vera á. Fyrir mitt leyti er það umhverfi. Bara fjöllin hérna og gróðurinn sem er bara frábært sko. Það er eitthvað sem ég þekki ekki þessi gróðursæld allavega. Já, mér finnst það fyrir mig sem er fæddur og uppalinn þá segi ég fyrir mig að það sem ég er spenntur fyrir allavega akkurat núna er það að fá að ala barnið mitt upp í svipuðu umhverfi og ég ólst upp í. Og mér finnst það því að maður býr að því að finnst mér að hafa fengið að alast upp á svona stað þar sem er stutt í allt sem þú þarft og þú getur stutt út í náttúruna, stutt í ömmu og afa sem við höfum vissulega hér og annað þess fjölskyldu og vini. Þetta er allt svo nálægt og þessi nánd og þessi svona, já ég veit ekki hvað að kalla það, svona, nánd við bara allt og alla sko. Mér finnst það ótrúlega mikilvæg og mér finnst ótrúlega dýrmætt að geta veitt barninu mínu það sko, sem ég gæti kannski ekki annars staðar. Og dóttir okkar hún fer í félagsmiðstöð og hún er í kirkjustarfi og
hún er að æfa körfubolta og hún svona í ansi mörgu, þannig að það ansi margt í boði. Og hérna náttúrulega einn flottasta sundlaug á örugglega landinu, eða ekki? Jú, það ekki, segja það. Ég held það, þannig að, já. Og strákurinn er í fótbolta, það kemst þetta lítið annað að núna heldur en fótboltinn. En já, það ansi margt í boði. Margir tala mikilvægi þess að fá aftur nálægð við fjölskyldu þegar flutt aftur heim á æskuslóðir. Með öðrum orðum, það mikið einfaldara að fá pössun fyrir börnin. En hvernig skildi þá vera best að nýta tíman á meðan? Það fer maður til dæmis í vök. Já. Núna. Bara Já, skreppa svo bara hitta vini og bara vinna fólk og já, borða saman og eitthvað. Já. Nýti það þjónustu sem í kringum hann líka. Hér eru flottir veitingastæðir í Neskóstað og Eskifirði og eða bara fara út í gönguferð, sko. Það líka bara... Það bara mjög gott að fara út í gönguferð hér. Það bara þannig. Já. Hvað segir þið? Þegar við eigum brúðkaupsafmæli, þá förum við hérna á Randúl sjóhús að borða. Það fínt að segja frá því. Að það svona hefð. Ef við erum ekki í útlöndum, við erum oft í útlöndum á þessu tíma, þá förum við á Randúl sjóhús. Og það bara opið við sumarið, en alveg frábæri veitingastæðar, sko. Frábær. Í minni bæjarfélögum reynir oft meira á íbúana sjálfa að vera skapandi þegar kemur á framboði og afþreyingu, viðburðum og ýmsu starfi í þágu samfélagsins. Það dugir lítið að sitja heima og bíða eftir aðri framkvæmi þar sem að sjálfur gæti vel gert. Það líka oft besta leiðin til að komast inn í samfélag að taka þátt í því sem að vera. Gott dæmi held ég að fyrst eftir við fluttum aftur 2017. Ég man ekki hvort við vorum búin að búa hérna í 3 eða 4 mánuði þegar við vorum komin í Þorrablótsnefnd. Af því að Brynju langaði svo mikið að prófa að vera í Þorrablótsnefnd sem svona vettvangur einu svona árið þar sem íbúar skemmta hver öðrum. Það er risastór skemmtun þar sem allir koma. Og gott dæmi svona einmitt afþreyingu sem að menn búa til fyrir sjálfa sig. Og ótrúlega dýrmætt og þarna kynnist maður fólki og í gegnum alls konar svona bara félagsskap sem að þrífst hvort sem það kvenfélög eða skógræktarfélög eða ungmennafélög sem að þú tekur þátt í. Þetta vissulega það ekki verið að mata þig endilega á afþreyingunni, þú ert svolítið að búa hana til sjálfur. En já, það bara ótrúlega dýrmætt. Og mér finnst það allavega, mér finnst það skemmtilegt. En það auðvitað oft áskorun líka. Fólk þarf að vera framtakssamt og standa saman til þess að koma einhverju í gang, sko. Og það bara mjög flottur hópur hérna sem að hefur staðið sem mjög vel í því. Eins og ég sagði áðan, þá hef ég kynnst alveg ótrúlega mörgu fólki og alls staðar verið vel tekið, þannig að ég myndi segja að þetta væri opið samfélag, alveg klárlega. Bara frelsi fyrir börnin og það einhvern veginn allt til alls. Við finnum ekki fyrir neinu sem að okkur finnst vanta einhvern veginn sem við höfðum á höfuðborgarsvæðinu, okkur finnst ekkert vanta. Það sem að maður lærir, eins og fyrir þann sem þá innfæddur og þá með kannski svolítið öfugt sjónarhorn, það sem maður lærir að fara í burtu og koma aftur að maður lærir að meta það að kynnast nýju fólki. Þegar þú varst svona innfæddur og bara fastur í að vera hérna, þá varstu svolítið mikið að umgangast bara fólki þitt. Reyðfirðingarna sem þú hefði þekkt, fjölskylduna, ég á mjög stóra fjölskyldu hérna, og þú horfðir ekkert einhvern veginn út fyrir. En hérna náttúrulega bara síðan 2006-07 hefur náttúrulega fjölgað gríðarlega. Hér mikið af fólki og það var svolítið það sem við lærðum að meta þegar við komum aftur. Það var að kynnast bara nýju fólki. Þannig að þið ekkert á leiðinni aftur í höfuðborgina? Nei. Nei. Það alltaf ekki á plani. Nei. Okkur liði bara mjög vel hérna. Já, hún sagði nú hérna þegar við, af því að þetta annað húsið okkar hérna sem við fluttum, að við ætluðum ekki að flytja aftur.
og ekki einu sinni innanbær, þannig að hér ætlum við að vera. Hér er heima. Hér er heima. Það er mikilvægt að leyfa sér að dreyma og láta hugan reika á nýjar slóðir, en þó má ekki gleyma hvaðan við komum og hvar við eigum heima. Lífið er ferðalag og því gott að kunna svara þegar ævintýraþráin kallar. Ferðast á nýja staði, upplifa, sjá og skynja. Breikka sjóndeildarhringinn, læra nýja hluti, vaxa og dafna. Því það er einmitt eftir gott ferðalag sem við sjáum best hvað það er alltaf gott að komast aftur heim.